Salvör og ég að kynna hérna forrit sem heitir Jellycam versjón 3 eða VAF 3 og þetta einfalt forrit til að búa til stop motion, þar að segja með því að hafa vefmyndavél tengda við tölvuna, taka inn þetta forrit að þá getur maður búið til stop motion með því að taka upp eina mynd og setja það saman. Og myndirnar í þessu forriti þar vistast sem á forminu flash vídeó eða með .f11 og það ekki hægt að spila slíkar myndir í Windows Media Player, heldur verður maður að hafa sérstakar spilara fyrir það eins og ókeypis spilari sem heitir WAF-LC Media Player eða maður getur sett á vefinn á YouTube til dæmis og því að YouTube notar einmitt þetta form í dag, Flash Video Player. En ég ætla að kynna þetta forrit og ég búin að ræsa það upp og ég búin að tengja vefmyndavélina mína hérna og ef að ég smelti hérna á myndavélina þá myndi hún finna get webcam ef hún kæmi ekki strax og ég verði auðvitað að hafa vefmyndavélina tengda við og ég hérna búin að vefmyndavélin er beint á þessar tvær fígúrur hérna og hérna eru hendurnar á mér og síðan það eru 3 gluggar, það myndin sem ég að taka upp og síðan það myndin sem ég að spila og síðan það sem ég sé svo myndarammana. Og þegar ég ætla að taka upp þá get ég sagt hérna, smelt bara hérna take pictures og síðan get ég hreyft eitthvað kallinn aðeins og smelt aftur á take pictures, hreyft kallinn kannski þennan aðeins, take picture og hérna fyrir neðan þá get ég sagt play og þið sjáu það þarna lendi hendin á mér inn á. En sjáu þið hérna fyrir ofan að ég geti sagt take pictures en það sem ég get líka gert er bara að smella á space. Ég ýta á space og hreyfi svona og ýta á space, hreyfi svona það fljótlegra og ég verði að passa hendurnar á mér sé ekki inn á. En nú það þannig að nú geti eitthvað gert eins og kallinn geti dottið og þá mjög sniðugt að mörg af þessum forritum sem eru fyrir stop motion bjóða upp á hlut sem heitir onion skinning eða svona laukahýði og ef ég smella á það og sjáu hvað gerist þá af því að þá sé ég alltaf hvernig seinasta var og þá get ég ég vil þó hann detti þá sé ég hvernig seinasta mynd var og getum fært það svona lítilega og eins sé ég með þetta hvernig seinasta mynd var og síðan hérna spelli ég að tek myndina og síðan að því ég með þetta onion skinning á þá sé ég alltaf að get svona fært til og ég ræð hvort ég tek myndina með því að smella hérna á take picture eða sem miklu auðveldar að smella á space eða bilslána og það voða þægilegt að hafa þetta. Þið sjáu það að hafa þetta onion skinning, þið sjáu til dæmis að hérna ef ég myndi hafa þetta svona þá myndi vera alltaf mikil bil á milli, þetta væri ekki svona mjög raunverulegt. Þannig að það væri mjög sniðugt að hafa þetta onion skinning til þess að ég vissi hvernig seinasta mynd hefði verið. Nú það líka hægt að hafa þetta svona sjálfvirkatöku, taka mynd af 10 hverju sekúndu þetta stilt á upphaflega og svona til þess að sýna ykkur að það er að stilla þetta á kannski á 2 sekúndna bili. Ég get sem stilt þetta setja 1 sekúndu bili og þá er tekin mynd, já, svo verð ég að smella hérna á start og þá ég komin countdown, þá tekur bara mynd sjá það á 1 sekúndu bili og þannig alltaf lítið fyrir mig til að fara og þannig að ég ætla að stoppa þetta en svo geti ég geti haft þetta aðeins meira, ég ætla að hafa þetta 5 og segja svo start og samt ansi lítið, sjáðu,
lendir hendin á mér lendir óvart, þannig að það er kannski sniðugt. Ef ég hefði þetta á 10 sekúnda bili þá væri það svona, geti ég sjálf sko gert eitthvað. Að hendin á mér, ég hefði svona tíma til þess að fara hérna inn á og hreyfa fígururnar og fara út aftur. Þetta var hérna hvernig maður tekur myndina, og ég hreyfi hérna alltaf bara lítið í einu og hef þetta onion skinning á til að það er svona, ef ég vil sjá hvernig ég var með í byrjun. Síðan það er annað sem hægt er að gera, það er hægt að setja inn hljóð, og það er hérna tónlist hérna og add soundtrack, og þar get ég sett inn eitthvað hljóð og það bara spilast á meðan vídeóið ég get ekkert stillt þetta neitt sérstaklega vel, og svo spila ég vídeóið hérna og þá spilast það með hljóðinu. Og þið sjáu það, þetta hefur nú ekki hefnað sérstaklega hjá mér og hendurnar á mér koma stundum hérna inn á milli. Síðan get ég líka sett inn vídeó, vídeó, og ég var búin að setja inn eina mynd hérna og ég hefði átt að setja henni í upphafi, og geti ég haft svona, ég geti sett inn myndir. Nú, ég get vistað þetta bæði sem þá vistast einstakar myndir, og myndirnar eru bara litlar, það eru bara 320 sinni 240. En ég get líka, og þá segi ég save as, og þá vistast myndirnar, og síðan get ég sett create video file, og þá myndi þetta vistast á þessu formi sem ég talaði þarna F11 formi, flash video. En aðeins að er lík þessu er að það er hægt að þurrka út einu og eina mynd, einn og einn ramma, með að smella ramman og segja delete, og það er hægt að velja nokkrar og þurrka þær út, þessan 3 hérna til dæmis þegar ég valdi. Síðan er hægt að fjölfalda, og þá koma þeir aftast þegar ég ætla að fjölfalda þessa 4 hérna, og þá eru duplicate selected. Ég var ekki búin að finna neitt sérstaklega góða leið til þess að raða sem maður hefði gjarnan viljað, sko, eins og maður er vanur í forritum, að maður geti bara tekið þetta og fært þetta, en ég gat ekki gert það er ekki hægt sem sagt. Og það er bara hægt að tvöfalda, sem sagt, að afrita og setja aftast, eða þá hérna þurrka út. En þegar ég væri búin að gera eitthvað, þá myndi ég smella á, sem sagt, að save as og vista skrána, og ég hef bara sjálfgefið staðinn sem þetta vistast á. Og síðan þegar ég væri svo búin, þá gæti ég líka sagt create video file, og þá vista svona skrá með heitinu .f11, og það er skrá sem ég get hlaðið bara beint upp á YouTube, eða ég get bara geymt, og þetta er svona frekar svona tekur lítið pláss svoleiðis skrár, og eða ég get sett þessa skrá á spilaða, og ég ætla aðeins að fara í hvernig við spilum það. Já, ég spila þessa skrár í svona spilar sem að býður upp á flashvídeó, að spila flashvídeó, og það er spilari sem heitir til dæmis einn sem er ókeypis á netinu og heitir WAFLC, og ég fer í þann spilara og segi opna skrá og finn skrána sem ég ætla að spila, og ég held að bara verið þessi hérna. Þetta er sem sagt f.f11 skrá, og þið sjáu að þetta er bara pínu lítið, þannig að þetta